Ég heiti Tómas Krausenski og óska ykkur góðs dags frá verkstæði Inimax. Nýlega var ég að svara spurningu hvað ég myndi framleiða á næstunni. Ég fekk slæm viðbrögð því að sagt var að enginn myndi framleiða hlut sem hægt að kaupa fyrir 350 krónur, nema ég. Hvað og þessi við það? Það augljóst að hlutir sem eru framleiddir iðnaðarlega í stórum seríum eru, með fáum undantekningum, ódýrari en handverksvörur. En þetta má segja margt, og með þessari nálgun myndum við því ekki gera neitt, bara neita, og bíða eftir dauðanum. Við sem erum eldri höfum tilhneigingu til að líta á handverki gegnum sjónarhorn sósíalísk skorts á vörum, sem þýðir nauðsyn þess að búa til hluti sem miðstýrð áætlanagerð gleymdi. Í markaðshagkerfi er framboð oftast meira en eftirspurn, þannig að handverk er ekki neyðaráðstöðu, heldur frekar, áhugamál. Og hvert áhugamál kostar eitthvað. Ólíkt mörgum öðrum áhugamálum veitir þetta ekki aðeins okkur sjálfum ánægju, heldur gleður það oft einhvern annan líka. Til dæmis þegar við búum til, eða gerum við eitthvað. En aftur að spurningunni. Ég mun búa til tröppur, pall eða stól sem frægasta húsgagnaverslunni í Selur, fyrir 350 krónur. Þetta er þá ódýrari útgáfan úr hráum diski. Lökku útgáfa úr öskufi kostar nú 500 krónur, sem er það sama og fyrir nokkrum árum kostaði módel úr harði. Undir lækinu þekki ég ekki lengur nákvæmlega hvaða viðartegund þetta er, en bara út frá þyngdinni er augljóst að þetta er hvorki ösp né birki, sem samkvæmt upplýsingum á vefnum vega frá 3 til 4 kíló. Hún þoldi líka að vera úti undir berum himni sem tröppur við trampólín, þá enn án vendarlags. Á meðan stórframleiðendur eða kaupmenn hafa eðlilega tilhneigingu til að spara, munum við alls ekki spara okkur sjálfum. Við munum nefnilega búa til svipaðan koll úr eik. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af geymslu við flutning og sölu, svo við munum ekki gera málameðlanir í formi sundurtekjalegra tenginga og notum ekki einu sinni bita af stáli. Ég minni á að við munum ekki búa til kollin, til að spara, heldur til ánægju. Á sama tíma efast ég að fólk myndi búa til eitthvað nákvæmlega eftir leiðbeiningum, teikningum eða myndböndum. Frekar er þetta tækifæri til að læra einhverja tækni eða hugmynd, sem gæti komið að gagni í einhverju öðru verkefni. Lok heimspekilegrar hugsunar. Förum að efninu. Fyrir hæðina þarftu flís með þversniði 30x40 mm. Ég gerði þær aðeins stikkari. Úr þeim bjó ég til ramma. Platan fyrir þrepin getur verið þynnri. Upprunalega er hún það bil 25 mm, sem er tomma, inch eða þú vilt, þumnungur. Ég skar stangirnar úr gömlum plönkum sem höfðu þegar þjóna sínu besta, en fyrir þessi verkefni reyndist þær vera uppspretta gæða og ódýrsefnis. Ef þú, eins og ég, vinnur með eldra timbur, þá þarftu jafnvægis og þykktarfræsara, almennt kallað, hefilvél og þykktarhefil. Ég byrjir aftan. Ég stakk mér frá einni af brúnunum sem ég hafði sléttaði, skar síðan 40 og 2 mm breiðar ræmur úr henni. Ég dró hálfunar vörnar í endanlega stæð. Til að tryggja að yfirborðsskæðin væru sem best lét í brýna hnífana. Það kostaði mig 180 krónur og útkoman, þess virði. Til að stilla hnífana hjálpaði mér tæki, sem með seglum og fínstillingu tryggir að eggin séu samsíða valsina. Engin standandi hluti er lóðréttur, með undirstöðunni myndar hann 5 gráðu horn í báðum ásum. Þessi breiða stöðu eykur stöðuleika stólsins. Þverskurður undir horni eru auðveldastir að gera á skáhorni. Bæði skáhornið og hallinn þurfa að vera stillt á 5 gráður.
Auðvitað hægt að gera þetta líka á vélasög, þar sem við styttum hallan á blaðinu og horneyðar hann í 5 horn. Svona eru allar stóðirnar sagaðar. Láréttu þverstangirnar eru aðeins einfaldlega skornar á endunum, en efri brúnin þarf að vera heflað í 5 gráðu hornið svo að tengirutirnir passi saman, en einnig til að skapa slétt yfirborð fyrir festingu skrifamerkja þegar ramminn límdur saman. Upprunalega útgáfan einfölduð í þessu tilliti, því skrifamerkin eru skrúfuð, svo að samskiptin skipta ekki svo miklu máli. Ég tengdi einstaka hluta ramman saman með pinnum og lími. Fyrir pinnunotkun notaði ég mjög einfalt tæki sem tryggir að tengihlutirnir passi saman. Límið í 4 flokki leyfir notkun stiga í raka og jafnvel utandyra. Við límingu voru notuð sílikon-tæki frá Rockler sem Unimax hefur nýlega bætt við úrval sitt. Að fjarlægja þurrka lím af óviðlóðandi undirlagi eða bursta síðan leikurinn. Fyrst eru hliðargrindirnar límdar saman. Því næst eru þau tengd saman með þverstangum. Eftir að límið hafði þornað, rúmnaði ég alla hlutana með fræsara. Og að lokum slípaði ég þá. Jæja, förum í stigana. Ég límdi saman samskipti úr afganginum sem eftir var. Vegna smæðar notaði ég skrúfuklemma. Þegar ég mun líma saman stærri spónaplötur í einhverju öðru verkefni, mun ég með ánægju kynna ykkur fyrir sérstökum klemmum fyrir spónaplötur beint frá Unimax framleiðslu. Ég dró spónaplöturnar í gegnum þykktarfræsara og skall þær niður í endanlega stærðir. Í minniskalanum bjó ég til útskurð. Tilvalið að nota bandsög fyrir þetta, en einnig hægt að nota beint keðjusög, borðsög. Og auðvitað klassíkina, handsög. Tilvalið aftur að skera undir 5 gráðu horni, svo allt passi fullkomlega saman. Ég rúnaði brúnirnar aftur með fræsara. Ég notaði hann einnig til að búa til gat í efri skalan. Ég notaði sniðmát sem ég bjó til í fortíðinni. Með hjálp afritunarhrings og spíralfræsara get ég auðveldlega skorið út sömu götin fyrir þægilegt grip, hvort sem það í mismunandi kassa eða í verkfæri fyrir verkstæði. Og svo fylgir lokaslípunin aftur. Ég valdi einnig tappa til að tengja efri skífuna við ramman, en ekki svo mikið vegna styrkleika, heldur frekar til að stilla stöðu við límingu. Neðri skífan náttúrulega stillt vegna útskera. Skriðurnar í rauninni búnar. Það fer eftir ykkur hvort og hvernig þið meðhöndlið viðinn. Inni getur viðurinn verið alveg náttúrulegur, en ég myndi samt mæla með að nota að minnstakosti einhver olíu eða vax. Og varðandi framleiðsluna mæli ég með að hugsa aðeins hagkvæmni, því þegar þú hefur stillt vélarnar, borgar sig að skera efni fyrir annan stól strax. Í lýsingunni undir myndbandinu finnur þú tengla á vörur sem ég notaði við framleiðsluna. Ég trúi því að stólarnir gleðji tvisvar. Við framleiðslu og við notkun. Láttu það því þjóna þér eða einhverjum öðrum. Gangi þér vel og ég hlakka til að sjá þig í næsta verkefni frá Unimax verkstæðinu. Já, og vinsamlegast ekki gleyma að líka þig, deila og gerast áskrifandi. Takk!